Já, komið þið sæl. Það gengur skil hér austur yfir landið í dag og hlýtt loft sem að streymdi hér norður yfir land. Hámarkshitatölur voru upp á rúm 13 stig fyrir austan. En þessu fylgdi einnig töluverður vindur og voru vindatölur að sjást fara yfir staðbundið yfir 30 metra á sekundu og víða var ansi hvasst og kviðótt. En skilin gengur í gegn hér vestanlands hádegið og við tekur þá útsynningur, það segja stíf eða bara afar hvöss suðvestanátt með éljagangi, dimmum éljum og við sjáum það betur að þetta nú svona veðri sem bara morgundagur og nóttin og morgundagur verður alfarið helguð. Við sjáum éljaklakkana hérna sem þessa litadýr hér suður og vestur af landi og við búum að þessi dimmu él munum ná bæði til Vesturlands sem og suður Austurlands og sjáum hér hlýja geira sem var komin austur fyrir land hér síðdegis og það afar kalt loft sem er að koma hér upp að landi og því verða nú þessir éljaklakkar nokkuð öflugir og við búið að það geti orðið ansi dimmt eða kóf tíma með hennar élin gangi yfir. Á nærstöðinu þá sjáum við stöðinu nú klukkan 19 og það þá 2 viðvaranir í gangi. Það svona eimir enn af þessari hvassviðris viðvörun sem fyrir austan, svona frá fyrra veðrinu getum við sagt, en svo er fyrsta hríðaviðvörun dottin í gildi þá á Vestfjörðum og við sjáum ef við keyrum hreyfimyndin í gang að það bæði er að eflast vindurinn þegar það líður á kvöldið. Þetta inn smá saman hríðaviðvaranir í öðrum landslutum og það herðir í rauninni á vindi þegar líður á nóttina og síðan svona smá saman dregur úr þegar líður á morgundaginn þó það verður nú ekki mikið. Það var svona hámars vindin verður að finna þá síðla nætur og í fyrramálið þá getur kviður auðvitað verið að fara yfir 30 metra á sekundu. Þetta staðan allan á klukkan 14 á morgun sem við sjáum hér. Hitatölur svona almennt séð að raða sér í kringum núlið. Það svona rauðu tölunar hér á suðausturhlutanum en væntanlega frosta að mestu leyti þegar við göngum hér til norðvesturs og við sjáum þessi dimmu él og þessa éljaklakka í þessum grænu tónum og hvað var það þegar austadreigur á landinu þá nú viðbúið að það rofi verulega til þegar komið inn á norðausturhornið og þar verði sólríkur dagur í vændum en það getur þetta verið dálítið góður vindur þar, nokkuð svona vindasamt einnig og þetta heldur síðan bara áfram það sem eftir lifir morgundagsins og það ekki fyrir að við erum komin fram á laugardagsmorgun sem að fer svona að draga úr okkur að viti þá bæði úr ákæðinni í éljum sem og úr vindi og klukkan 14 á laugardaginn þá sjáum við að þetta orðið mun rólegra veður heilt á litið og vissulega séum við enn að sjá él í þessu hér sunnan og vestan til á landinu áfram bjart á norðausturhorni landsins en svona næsta vers í þessu þá að það kemur nýlægð askvaðandi hér upp að landi þá aðfaranótt laugardags og verið aðeins svona á reiki með ferilhennar samkvæmt þessari spá þá gengur hún hér til norðurs með suðausturströnd landsins en aðrar útgáfur hafa verið með hana heldur vestar en þannig að ljóst að hún mun valda hvassviðri tíma og úrkomu á ýmsu formi þá sérstaklega austantölu landinu en það getur snjóað einnig frá þessari lægð og þessu lægðadrægi í öðrum landshlutum. Og næsta lag ætlar síðan að koma inn hjá okkur þá á mánudaginn og við sjáum það hér að hún ætlar að verða nokkuð kröpp eins og þetta korp með sig. Víða muni slá í stormin hér sunnan til á landinu, úrkoman fyrst sinn slydda eða snjókoma þegar skilin koma upp að landi en sennilega ætti nú eitthvað að hlána í þessu allan að hér sunnan til á landinu en skilin þau muni leita til norðurs yfir landi og því fáum við væntanlega úrkomu nokkuð víða. En það ekki fyrir að fara óveðri í Evrópu, svona heilt á litið fínasta vorviður á stóru svæði í norður og mið Evrópu, þannig að það er í suðaustri Tyrklandi og svona staðmjöndi á suður Ítalíu þar sem einhverjar úrkomur að vænta morgun sem og í Portúgal.
og endingu síðan þá fer ég hér yfir kortið fyrir Tenerife á morgun. Það búið að rigna þar í dag og viðbúið að verði þrumuveður eitthvað inn á helgina og jafnvel fram á sunnudag svona tiltölulega óhefðbundið veður þaðan á slóðið. En segjum þetta gott að vera í dag. Sæl.